Á landakorti minnir Langanesið helst á önd í dálítið vitlausum hlutföllum sem hefur tylt sér á norðausturhorn landsins og horfir til hafs. Við neðanverðar rætur goggsins jörðin Skálar. Þar mun hafa verið útræði frá fornu fari, enda þaðan stutt að róa á fengsæl mið og þar skjól fyrir veðrum úr vestri og norðri, en í sunnan og suðaustanátt stendur vindur og sjór upp á og þá brimasamt. Á Skálum reis stærsta verstöð sem risið hefur á Norðausturlandi. Þegar flest voru á Skálum 400 manns, heimafólk og vermenn. Sú dýrðin stóð þó stutt, aðeins rúm 20 ár. Skálar þóttu góð bújörð og bændur þar komust jafnan í góð efni. Þar voru fuglabjörg, góður trjáreki og ennfremur allgott útræði. Þó nokkuð skorti á góða lendingu, en fisksæl voru jafnan miðin og oft stutt róu. Eitt var enn umfram flesta aðra bæi á útnesinu, að þangað komu flestir útlendir sjómenn sem við nesi voru við fiskveiðar, bæði til að liggja af sér norðan og vestanrosan og til að nálgast ferskt vatn. Var þá oft gerð meiri og minni verslun við þá sem jafnan var mjög hagstæð fyrir bóndan og aðra þá einhverja vöru höfð að selja. Þótt þetta væri auðvitað á móti landsins lögum, náði hönd löggæslunnar ekki svo langt út á ystu tanga landsins og heimilið þurfti minna að sækja í kaupstaðinn langa leið og torfæra. Ó já, menn hafa löngum leitað bjargana þar sem þær gefast bestar, hvort sem innan eða utan ramma laganna. Allt frá kaþólskum sið höfðu Skálar verið í eigu Hofskirkju í Vopnafirði, en við tilkomu jarðasölulaganna 1907 keypti þáverandi ábúandi Jóhann Stefánsson jörðina. Hann byggði sér það leyti íbúðarhús á bæjarbrúninni þar sem bæjarbjargið hæst nær 20 metrar á hæð og þótti ekki öllum vel vandað til vals á bæjarstæði. En Guðmundur góði biskup hafði vígt þetta bjarg og beðið fyrir því að þar yrðu ekki óhöpp og menn viti ekki til að þau hafa orðið þar síðan, að minnstakosti ekki svo að þau hafi kostað líf. Menn kunna þó að segja frá 2 atvikum þar sem lífverur fóru fram af bjarginu. Í annað skipti æslafullur kálfur í leik á brúninni og flaug fram af bjarginu og niður í fjöru, án þess að á honum sæist. Í hinu tilvikinu var roskin kona að tæma koppinn sinn fram af brúninni snemma á skammdegismorgni þegar hún missti fótana og valt fram af og alla leið niður í fjöru. Hún kom upp aftur óbrotin en þurfti að liggja í rúminu þann dag til að jafna sig. Upphafsmaður að útgerð í stærri stíl á Skálum hét Þorsteinn Jónsson. Það var hann eins og marga íslenska athafnamenn allt fram á okkar daga að á ýmsu gekk í hans lífslaupi. Þar skiptust á skín og skúrir. Þorsteinn fæddist árið 1862 á Kirkjubóli í Norðfirði og ólst þar upp og í Mjóafirði. Vitnisburður hans í kirkjubókum fermingu kann dável, skilur dável, les dável, hegða sér ágætlega. Hann sótti nám í 2 vetur í Möðruvallaskóla og 1 vetur í skóla í Noregi. 30 hann orðinn kaupmaður á Borgarfirði eystra og áttu þar erfiða sambúð við heimamenn og oft í útistöðum við ölkerra sjómenn í sinni þjónustu. Eftir 14 ára úthald lauk kaupmennsku hans á Borgarfirði með gjaldþroti. Í júnímánuði árið 1910 kom strandferðaskipið Austri að Skálum. Setti þar út bát með 3 mönnum og farangur þeirra og sigldist í sína leið. Bátsverjar tóku til ára og réru að landi. Þarna var þá kominn Þorsteinn Jónsson við 3. mann og eftir því sem Hólmsteinn Helgason, sem manna best hefur skráð sögu útgerðar á Skálum segir, á töluvert vænum báti með skekktulagi. Þótt fyrsta för Þorsteins að Skálum væri ekki með neinum glæsibrag, rættist fljótt úr og má telja uppgang hans og athafnir þar ævintýri líkust á meðan það stóð. Þorsteinn hafði ekki mikið sig fyrstu 2 til 3 árin á Skálum. Hann gerði út 1 til 2 árabáta og keypti ekki mikið af fiski af öðrum. Honum gekk illa með flutninga frá og til Skála. Sími var engin nærinn á Vopnafirði, svo hann varð að senda ríðandi mann þangað með símskeyti eða áríðandi bréf í póst.
Sími kom aldrei að skálum í tíð Þorsteins, en 2 árum áður en hann fór þaðan styttist leiðin fyrir símsendilinn verulega þegar sími kom til Þórshafnar. Í austra frá því í maí 1914 er sögð þessi frétt. Þorsteinn Jónsson útvegsbóndi hefur keypt húseign Magnúsar kaupmanns Einarssonar á Vestalseyri. Hefur Þorsteinn látið rífa húsið og flytja það til veiðistöðvar sinnar að skálum á Langanesi, þar sem hann lætur reisa það á ný. Þorsteinn hefur nú leigt mótorskútuna Aldan af Ímsland kaupmanni og ætlar að hafa hana til flutninga í sumar. Skútan fór fyrstu ferðina til Skála 13. þessa mánaðar. Skipstjóri er Jentoft Kristjansen. Í þessu húsi bjó Þorsteinn þaðan í frá á sumrin meðan hann hafði sín umsvif á skálum, en átti heimili sitt og lögheimili á Seyðisfirði allan þann tíma. Á fyrstu hæðinni hafði hann verslun sína og matsal fyrir sjómenn og annað verkafólk í hans þjónustu, varla færri en 25 til 30 manns. Á efri hæðinni voru svefnherbergi. Seint í júnímánuði kom þessi frétt í einu Seyðisfjarðarblaðanna. Þorsteinn Jónsson, kaupmaður og frú komu hingað með Íslandi daginn frá Reykjavík. Þorsteinn hafði dvalið syðra síðan í vetur og keypt lifur af útvegsmönnum. Hefur hann lifrabræðslustöðvar á mörgum stöðum fyrir sunnan, til dæmis í Vestmannaeyjum og Reykjavík. Hefur hann flutt út mikið af lýsi. Þorsteinn fór þegar norður til Skála á Langanesi, þar sem hann hefur eins og undanfarin ár allmikla útgerð. Hann hefur þegar reist nokkur hús á Skálum og skapað þar veiðistöð sem áður þótti ekki álitlegt. En nú er sú raun á orðin fyrir hans dugnað og framtakssemi að Skálar eru talsvert fjölsóttar og með fiskisælustu veiðistöðvum austan lands. Aldan reyndist Þorsteini hinn mesta happafleyta þau 3 ár sem hann hafði hann á leigu. Hún fór ótal ferðir milli Seyðisfjarðar og Skála, oftast yfir hlaðin báðar leiðir en hlektist aldrei á. Venjulega var flutningi hagað þannig með öldunni að þegar hún kom frá Seyðisfirði var hún með lestina fulla af salti, lúkarinn fullan af alls konar verslunarvöru sem þó dugði alltaf skammt því þörfin var mikil. Förum við bæn. Það er vor. Á þilfari voru þeir hlutir sem þoldu að blotna. Þegar búið var að losa skipið var lestin fyllt af stöðnum saltfiski, jafnan lausum, sem staplað var í lestina til flutnings til Seyðisfjarðar, að þar sem hann var þveginn og þurrkaður. Amen. Ítum úr vör í Drottins nafni. Það tók venjulega fullan sólarhring að afgreiða ölduna og það var sama hvernig nástóð fyrir mönnum sem Þorsteinn keypti fisk af. Þegar skipið kom urðu þeir allir að vera til taks að vinna við afgreiðsluna í einni lotu þangað til henni var lokið. Hans bátar voru þó allir á sjó meðan á afgreiðslunni stóð og áhafnir þeirra undanþegnar vinnu við afgreiðslu skipsins. Fleira kom til að Þorsteinn þótti ekki beinlínis ljúfur í viðskiptum. Staðhættir voru þannig að pallur hafði verið byggður á staurum fram á sjávarbakkanum. Var stigi af malarkambunum upp á pall þennan og hann var borinn allur fiskur sem barst í þessa vör, ýmist í laupum eða í pókum á bakinu eða í handbörum til aðgerðar. Ofan við pallinn var stór skúrbygging þar sem fiskurinn var saltaður. Hólmsteinn Helgason segir þannig frá atviki frá þeim tíma sem hann réri einn á báti og seldi Þorsteini aflann. Þessi fiskur verður ekki tekinn. Þú danskotar og það fyrir stilla.
Þorsteinn! Heyrðu mig hérna aðeins! Hvað er það, geskurinn? Heyrðu, kall minn, varst þú ekki búinn að lofa að taka af mér þann fisk sem ég kæmi með á landi? Ég er saltlaus. En þú lofaðir að kaupa allan fiskinn. Ég get ekki tekið fiskinn þegar ég hef ekkert salt. Þarna hefurðu saltið. Aldan er að koma. Já, ég skal taka þér fiskinn. Með einu skilin. Hvað er það? Að þú vinnur við afgreiðslu á eldunni. Að fá þér í nefið. Mér þóttu þetta harðir kostir. Því ég hafði verið úti nóttina og kom að landi morguninn skömmu fyrir hádegi með bátinn hlaðinn af þorski. Ég var búinn að vaka í sólarhring en ekkert varð annað að gera en að hlýða innvaldinum en sína 4 báta. Lét hann róa óhindrað. Átti víst eitthvert saltkorn fyrir þá. Þetta gerðist sumarið 1916. Þorsteinn hafði verið einvaldur á skálum í 7 ár. Þá sumarið fóru að halla undan fæti hjá honum. Hvert reiðarslagið rak annað og þegar keppunautar komu til sögunar axlaði hann sín skinn og hafði sig á brott frá þessari nýlendu. Þorsteinn var fyrstur til að hefja útgerð á skálum. Hann var líka fyrstur til að yfirgefa skála. Hann flutti þaðan sumarið 1917 og kom þar aldrei framar. Hann seldi eignir sínar á skálum kaupmönnum á Seyðisfirði sem stofnuðu þær hlutafélag sem þeir kölluðu Ölduna. Þorsteinn var smá klausa í austra, eins konar kveðju orð til hans þegar hann var að yfirgefa útgerð sína á skálum. Langnesingar eru Þorsteini Jónssyni þakklátir fyrir að hafa skapað þessa verstöð sem fært hefur nýtt líf í viðskiptin þar. Áður var þar ömurlegt útkjálkalíf en nú eru skálar fyrir tilverknað Þorsteins löggiltur verslunarstaður. Þorsteinn flutti alfarinn til Reykjavíkur seint á árinu 1917. Þar var hann athafnasamur lýsisframleiðandi og græddi vel framan af en hann lést 6 árum síðar. Lendingar á skálum voru á 3 stöðum, við Hnallinn, í Árvík og í Bás undir Bæjarbjarginu. Mest notuð var lendingin við Hnallinn sem var lítið sker, aðeins laust við landið og var svolítið hlífð af því fyrir öldunni þegar einhver gullandi var, en oft ófært þegar ölduna stækkaði. Upp af þessu skeri var á hverju vori rudd breið og mikil vör og höfðu þar uppsátur 20 til 30 árabátar sem settir voru þar upp og niður daglega þegar róið var. Framan í bakkanum og upp á honum var aðalverkunastöð Þorsteins Jónssonar. Önnur lending var í Árvík, rétt vestan við Skálaána, þar sem hún fellur fram af bakkanum til sjávar í dálitlum fossi. Þar vestan við ána var rudd vör og þar lentu nokkrir bátar einkum eftir 1917 að byggð var þar aðstaða til fiskmóttöku. Þriðji lendingastaðurinn var í Bás undir Bæjarbjarginu, rétt austan við ána og gátu rúmast þar 3 til 4 bátar. Færeyingar notuðu helst þessa lendingu. Þeir fóru venjulega heim í ágústmánuði og voru því við veiðar á skálum aðeins í 2 mánuði á sumri þegar stilltast er í sjó. Það var draumur allra þeirra sjómanna sem sóttu sjó frá skálum að bæta lendinguna þar og menn töldu lendinguna við Hnallinn helst koma til greina í því augnamiði. Þar mætti mikið úr bæta með því að byggja ramlegan grjótgarð fram á Hnallinn og loka þannig sundinu milli skers og lands. Þá mætti ferma og afferma báta á lóninu sem myndaðist innan við skerið og garðinn og nota hann jafnframt sem bryggju. Þetta kom loks í framkvæmd árið 1929. Verkfræðingur kom að skálum í apríl og dvaldi þar nokkra daga við mælingar og réði verkstjóra. Lokið var við garðinn í júní, hann var notaður sumarið og þótti mikil bót að.
Og svo kom haust og vetrarbremin í öllum sínum hrikaleik fleygðu öllu stórgrýtinu sem borið hafði verið í garðinn upp í vöruna og lónið ofan við hnallinn. Eyðilagðist þar skásta lendingin á skálum og enginn var svo máttugur, jafnvel þótt allir hefðu lagt saman, að þeim væri fært að hreinsa burt þá ógnar grjótrúi sem höfuðskepnurnar höfðu hnoðað upp í vörina. Það var tekið til ráðs að ryðja vör til uppsátus litlu norðar og við það var látið sitja. En nú var lendingin litlu betri en í Árvíkinni og ekkert sker til hlífðar eins og áður var. Upp frá þessu hófst fólksflótti frá skálum. Þegar útgerð Þorsteins Jónssonar fór á blómstra á 3. eða 4. ári frá því hann kom fyrst að skálum, réð hann til sín ráðsmann, eða það sem nú er kallað framkvæmdarstjóri. Sá sem fyrir valinu varð hét Jón Guðmundsson, vestfiskur að uppruna en fluttist á Austfirði og kynntist Þorsteini á Borgarfirði. Hans hlutverk var verkstjórn og umsjón með öllum rekstri Þorsteins á staðnum. En Þorsteinn annaðist sjálfur allt skrifstofuhald og hélt þannig stjórntaumana. Þegar Öldufélagið keypti eignir Þorsteins á skálum, var Jón þessi ráðinn framkvæmdastjóri þess, en hann gegndi því starfi aðeins 1 sumar. Að því liðinu kom hann upp verslun á skálum og rak hana til dauðadags og gerði oftast út 2 árabáta jafnframt og Þorlákur Árnason, tengdasonur hans, aðra 2. Áhafnir þeirra tengdafeðga voru yfirleitt sunnlenskir menn sem komu á vorin og fóru á haustin eins og farfuglarnir. Meðal þeirra var efnilegur 16 ára strákur úr Vestmannaeyjum sem var þar nokkur sumur og varð seinna landskunnur aflamaður undir nafninu Binni í Gröf. Meðal hluthafa í Öldufélaginu voru Stefán T.H. Jónsson og Ímsland, kaupmenn á Seyðisfirði. En þeir höfðu áður komið sér upp stöð þar sem heitir Árvík og starfræktu hana jafnframt. Til þeirra réðist Jóhann Metúsalem Kristjánsson sem framkvæmdastjóri sumarið 1917. Jóhann þessi skildi eftir sig fleiri og stærri spor á skálum en flestir aðrir. Þótt örlögin og íslensk veðrátta öftruðu því að atorka hans og hugvit nýttust til að festa byggð á skálum í sessi, sló hann samt ljóma á staðinn skeið. Jóhann fæddist í Skoruvík á Langanesi 2. desember 1894 og var því 16 ára þegar Þorsteinn Jónsson hóf útgerð á skálum. Hann var kominn af fátækum foreldrum og hafði því engin efni til skólagöngu, en þeim sem til þekktu var ljóst að í honum var mikill efniviður, einkum hneigðist hann að tónlist og myndsköpun. Hólmsteinn Helgason lýsir Jóhanni þannig. Hann var hugmyndaríkur svo sem listhnegðum mönnum er títt. Hann þráði athafnasamt líf, auðæfi, fegurð og þægindi, án þess þó að leggja á sig líkamlegt strit. Hann vildi fyrst og fremst nýta sína andlegu orku og hugsjónir, ná sem skjótustum árangri og njóta hans. Honum svipaði mörgu til stórskáldsins Einars Benediktssonar þótt á lægri nótum væri. Aðrar heimildir segja að hann hafi verið framúrskarandi skemmtilegur maður og lífið og sálinn hvar sem hann var með öðrum mönnum í gleðskap. Jóhann hófst handa haustið 1916, hann fór til Reykjavíkur og var í einhverju undirbúningsnámi fram að áramótum, en þá sigldi hann til Kaupmannahafnar til að setjast á námskeið fyrir verslunar og sölumenn og til að upplifa andrúmsloft stórborgarinnar. Vorið kom hann heim og tók við framkvæmdastjórnin í Árvík. Þá var hann 22 ára gamall. Það kom í hans hlut að stjórna uppbyggingu fyrstu stöðvarinnar á skálum sem reist var í samkeppni við Þorstein Jónsson. Jóhann kvæntist síðsumars 1921 og sigldi til Kaupmannahafnar með brúði sinni. Þar komst hann í samband við ungan sölumann Sabró frystivéla og ýmsa aðra sölumenn tækja og búnaða til vinnslu sjávarafla. Hann var stöðugt með færeyska hlutafélagið Tjald HF og þá miklu möguleika sem hann taldi vera á skálum ofarlega í huga. Hann fékk mikinn áhuga á að koma upp frystihúsi á skálum en hafði enga peninga til að kaupa búnað fyrir. Það fór svo að Sabró sölumaðurinn lét hann fá vélarnar að mestu í skuld enda hafði hann mikinn áhuga á að koma tækjum sínum inn á íslenskan markað. Auk Sabró frystivélana með tilheyrandi mótor fékk hann einhvern veginn í Kaupmannahöfn
gufuketil, gufuspil og járnmastur. Öllu þessu kom hann að skálum sjóleiðis, þar sem því var komið upp í fjöruna með handaflinu einu saman. Jóhann lét setja frystivélarnar upp á bakkann, rétt vestan við söltunarhús Öldufélagsins og reisa þar yfir þær hús með frysti- og geymsluklefum. Yfir gufuketilinn var byggt rétt vestan við frystihúsið og hann notaður til þess að bræða þorskalifur og knýja gufuspilið. Vatn til gufuketilsins var fengið úr Arnardalsvatni, drjúgan spöl ofan við skála. Vatnið var leitt í trésstokkum sem voru smíðaðir á staðnum og var vatnslögnin öll handunnin. Jóhann lét steypa bryggju undir spilið og járnmastrið með bómu, blökkum og vír og þar með var kominn krani til að hífa upp úr fjörunni það sem upp átt að fara og slaka því niður sem niður átt að fara. Sandur í steypuna var sóttur í Skálavík, þvert yfir nesið og báru menn hann ýmist á bakinu í pokum eða tveir saman á handbörum. Það lyginni líkast hve miklu Jóhann gat komið í verk á stuttum tíma. Enn ótalið að hann byggði sér íbúðarhús skammt vestan við frystihúsið. Það var stórt, glæsilegt og vandað timburhús sem hann nefndi Sólbakka og þar átti að vera bæði heimili hans og verslun. Húsanöfn í byggðinni á Skálum voru reyndar af ýmsum toga og ekki öll gerð af sömu rómantísku bjartsýninni og Sólbakki. Þeirra á meðal voru Öfund, Betlehem og Kríustaðir. Jóhann naut skammastund sinna miklu og nýtískulegu framkvæmda. 1930 urðu þáttaskil á Skálum, þá eyðilagðist besta lendingin. Færeyingar fóru með alla sína útgerð til Grænlands og létu Tjald HF, færeyska hlutafélagið, og Jóhann Metúsalem Kristjánsson lönd og leið og Aldan HF varð gjaldþrota. Tveir bræður frá Norðfirði keyptu eignir Öldunar af Íslandsbanka, en annar þeirra drukknaði í lendingunni á Skálum og þá hafa kaupin að öllum líkindum gengið tilbaka og eignirnar grotnað þar niður. Jón Guðmundsson varð einnig gjaldþrota og munu ýmsir Langnesingar sem höfðu gengið í fjárhagslega ábyrgð fyrir hann orðið fyrir þungum búsifjum. Jóhann hafði ekkert við að vera á Skálum eftir þetta og flutti til Reykjavíkur sumarið 1931 með fjölskyldu sína. Hann fór frá öllu sínu sem hann hafði lagt orku sín í að byggja upp, snauður maður og vonsvikinn. Ekki fara sögur af framkvæmdasemi hans eftir að hann fór suður, en þó ljóst að stórhugur hans hefur ekki verið brotinn á bak aftur. Það má ráða meðal annars af því að hann keypti forláta gripi út í heimi til að skreyta heimili sitt. Þar á meðal ljósakrónu úr mísinpostulíni frá Þýskalandi og spegil með umgjörð í stíl við ljósakrónuna. Báðir þessir gripir eru nú í eigu Reykjavíkurborgar og eru varðveittir í Höfða. Á Landsbókasafni varðveitast fjöldi greina og ljóðabóka eftir Jóhann. Húsið hans, Sólbakki, var síðan limað í sundur og flutt með skipi til Þórshafnar þar sem það var reist aftur og notað sem samkomuhús og til kvikmyndasýninga. Það brann til ösku nokkrum árum síðar. Það leyti var fátt manna eftir á Skálum. Ævintýrið á Skálum var liðið undir lok. Til þess lágu vafalaust ýmsar ástæður. Þrátt fyrir að stutt væri á mjög fengsæl mið var staðurinn í raun illa fallinn til útgerðar vegna ákaflega erfiðra staðhátta í landi. Vinna við löndun afla og útskipun afurða var erfiðari en sögur fara af frá öðrum verstöðum og aðstaða svo slæm að fyrsta flokks hráefni var það þriðja og fjórða flokks afurð í meðförunum. Trúlega er það stærsta ástæðan til þess að svo fór sem fór. Saga þessa stórbrotna ævintýris hefur verið ótrúlega fljót að fyrnast og finnast nú fáar skrifaðar samtíma heimildir hana. Hún varð að mestu leyti til vegna stórhugs tveggja manna sem þó áttu fátt annað sameiginlegt.
Ég man það kvöld, ég kvaddi þig hjá kletti á lágum hól. Við kærleiks eld ég kyssti þig en kólga birtu fól. Því þetta kvöld ég kvaddi þig, ég kvaddi líf og sól.